Við ætlum að setja ykkur í samband við Fákasel og það heilmikið að vera þar alltaf og heilmikið framundan. Nálgast aðventu og fleira. Arnar Ben á línunni. Blessaður og sæll. Sæl. Ertu nokkuð farin að skreita? Nei, ekki alveg. Ekki alveg, en byrjar að þrífa. Já, það að gera að vera tímalegi í þessu. Tíminn líður. Já, segðu. Þetta er eins og október, mér finnst það ekki að hafa komið. Nei, það búið svo gott veður á okkur sem að þannig séð. Já, þetta hefði kannski verið öðruvísi ef það hefði verið leiðindaveður. Já, geti hafa liðið aðeins hægar, sko. Já. En Fákasel, það alltaf nóg að vera hjá ykkur, hestasýningar og svo þetta veitingastæðurinn. Jú, það alltaf nóg að gera og mikið að vera framundan hjá okkur. Já, eins og ég sagði hérna í byrjuninni að það nálgast aðventu og það þið ætlið að vera með heilmikla jólastemningu. Jú, það við ætlum að bjóða upp á jólahlaðborð og jólabrönns og svo verður svona barnahestasýningar hjá okkur. Já. Svo þá mætir jólasveinninn og það verða kakó og piparkökur og svona. Mjög skemmtilegt. Já. Og svo kannski til að bæta því við þá erum við með jólamarkað líka. Já, hefur hann ekki alltaf verið undanfarin árið eða? Jú, við hefum verið með svona sveitamarkað. Já, alveg. Vorum með hann mikið í fyrra og hitt í fyrra. Og hefum ekki verið með hann núna fyrir, á þessu tímabili, núna eftir sumarið. Já. En við ætlum að byrja með hann núna í desember. 4. desember? Já, þetta við tengjum þetta allt saman hjá okkur. Jólabrönnsinn og barnasýningin þegar jólasveinarnir mæta. Já. Og jólamarkað, þetta 4. og 11. desember. Það verður pakkaður dagur hjá okkur. Þessa daga, sko. Heldur betur. Og þarna eins og jólamarkaðunum, þar matur beint frá bíli og íslenskt handverk og fleira? Já, nákvæmlega. Ekki fólk rosa mikið að næla sér akkurat í beint frá bíli? Jú, það alltaf mjög vinsælt hjá okkar, sko. Það klikkar aldrei? Nei, það klikkar aldrei, sko. En þið eru alltaf með þessa frábæru sýningu í höllinni? Jú, alla daga klukkan 7. Já. Og þetta ekki langt að fara frá Reykjavík og við erum mikið að túristum til okkar og... Já, ég ætla að segja það, er ekki ferðamaðurinn öflugur að koma til ykkar? Jú, hann það og það allir mjög ánægðir með sýningunni hjá okkur. Þeir lappa út með bros á vör. Já. Og eru bara alveg, dolfallir fyrir íslenska hestinni. Já, það bara þannig. Það bara þannig. Hann hefur nú oft á tíðum verið ansi vinsæll. Já, nákvæmlega, maður sér það sem þeirra bílarnir að stoppa út í vegkanti og reyna að klappa hestunum, sko. Já, maður hefur alveg upplifað það. Allt í hennu sér maður einhverja bíla út í kanti. Já. En það bara mjög auðvelt að koma til okkar og líka bara klappa hestunum og fá að kíkja í hesthúsið og við bjóðum alla velkomna. Já, þið bjóðuð upp á það. Það hægt að fara í svona smá návígi. Já, nákvæmlega. Það þarf ekkert að gera það í vondu veðri. Það að koma að gera það innandyra hjá okkur í hlýju og rólegheitum. Sko. Já, nákvæmlega. Þegar ég fór með fjölskyldunum mína á þessa sýningu þá eins og þú segir að það voru allir svo glaðir sem að voru á sýningunni. Já, þetta já, það verða allir glaðir og þetta bara svo öðruvísi, sko. Þetta ekkert bara verið að sýna einhverja gangtegundir og það verið að spila eins með hestinn og þetta alveg heljarinn að sjóna spil, sko. Það stór skjár og fullt af ljósum og tónlist og allir með bros á vör. En það skemmtileg saga sem að sögðu í kringum þetta? Já, það mikil. Jú, það tekið inn á nokkra sögur með álfa og svona aðeins smá draugasögur og svona líka, sko. Nákvæmlega. Hvað langt síðan að Fákaseli fór í gang? Það fór í febrúar 2014. Já. Þá var þessu startað. Já. Það að vera mikið ævintýri síðan. Já, var það ekki? Jú, alveg gríðarlega. Uppgangur og hellingu framundan? Alveg, við horfum björt fram í framtíðina. Já, sjálfsögðu, það þýðir ekkert annað. Með veitingastæðinu þið náttúrulega bjóðuð upp á hádegistilboð og þið náttúrulega bjóðuð upp á það helsta hvað veitingastæð varðar. Jú, svona við reynum að ná allir flórunni, sko. En svo við byrjum með daginn, það verið frekar vinsælt hjá okkur að koma á miðvikudögum alltaf, þá hamborgara tilboð. Þá ostborgari og franskar á 1000 krónur hjá okkur. Og það er mjög vinsælt eins og ég segi. Við látum það nú kjört líka með 1000 kallinn.
Já, það er nú ekki mikið bíl í dag. Nákvæmlega. Fylgdustu með forsetakosningunum í nótt? Nei, ég svaf bara og mætti svo bara eldhress í ræktina. Já, sjálfsögðu. Og svo horfði svo aðeins á hlaupabrettinu hvernig þetta hendaði. Já. Og allir bara glaðir? Já, verður maður ekki bara að vera það, maður tekur því sem maður fær í lífinu. Jú, það er rétt. Það er erfitt að breyta því sem er orðið skjálfast. Já, nákvæmlega. En þetta er skemmtilegt og það er einmitt miðvikudagur í dag, svo að við komum því á framfærið. Með tíman hann líður, fólk er svona stundum að ruglast í dögunum. Og það verður hamborgaratilboð núna í hádeginu, eða ekki? Jú, bara allan daginn. Allan daginn í dag? Og það skiptir ekkert máli, það er ekki bara tilboð í hádeginu, það er bara allan daginn. Allan daginn. Sama kvöld. Og það er alveg opið til 10 í kvöld hjá okkur. Glæsilegt. Og sýning í kvöld, væntanlega? Jú, og sýning ætti að vera í kvöld, jú. Já. Það er engin breyting á því. Hvetjum fólk til þess að kíkja á fá sér að borða og kíkja á frábæra sýningu. Já, algjörlega. Og svo er það bara... Hvað segir þú? Svo er það bara jólastemningin sem er framöndan. Já, við förum að henda okkur húuna og brosa. Algjörlega. Arnar, eitthvað að lokum? Nei, bara allir velkomnir í Fákasel og þú og mætti kannski gefa 2 heppnum hlustendum hamborgartilboð hjá okkur í dag. Það er glæsilegt. Ég fer beint í það að glæðja hlustendur. Takk fyrir það. Takk sömuleiðis, Arnar Ben og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Takk, bless.